Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum. Árið 2016, það hafið og janúarmánuði þá erum við rosalega mikið, allavega ég, að hugsa þetta sem tímamót, hvað ætla ég að gera á nýja ári, hvernig var síðasta árið og hvað ætla ég að gera næst. Og það tengist voðalega oft mataræði, fjölskyldunni, rækta sambönd og fara og setja sér markmið, til dæmis að fara í nám. Og ég fengi hérna til mín 2 einstaklingar sem tengjast til dæmis í mig og Fjölmennt. Og þið eruð eitthvað í þessum hugleiðingum öllum og byrja kannski bara að sími hvað í gangi hjá okkur. Kannski betra við 2 fyrir að ræða mataræði. Já. Allir í ræktina. Þið búin að setja árum á það? Já. Nú á bara að taka á því. Eru þið komið með haspurur eins og ég? Nei, við erum bara ímynda okkur. Algjörlega ekki. Nei, nákvæmlega. Já, við erum bæði tengjum sími. Og ég finn þar svona sem verkefnastjóri er einmitt núna bara gera ekkert annað en að skipuleggja nám sem svo skemmtilegt sko þegar maður byrjar já þarna ný hugmynd og svo erum við bara þannig stofnun að koma með hugmyndir frá bara þér eða honum eða hvað það og við erum tiltölulega fljótt bara að búa til og getum gert allskyns og það svo skemmtilegt þannig við erum einhvern veginn bara svolítið, og þetta oft svona skemmtilegast í tímina því það að koma inn alls konar. Já, nákvæmlega. Og hvernig námskeið? Þetta, einhvern tíðan sá ég alveg bara allt frá því að væru bara endurmenntun í viðskiptalífinu og svo að búa til fléttur í hár. Já, og það bara lýsir því svolítið vel. Þú veist, eitthvað, landnámshænur og málmsuða og fisk eða net, þú veist, það bara einhvern veginn sviðið rosalega breytt. Nákvæmlega. Og núna, akkurat í janúarmánuði, aðaláherslan okkar á svona lengra nám og koma því, þú veist, íta því úr vör og bara, og manna og allt slíkt. Þannig að nú að byrja hjá okkur bara mjög fjölbreytilegt nám, svona, sem við köllum lengri námsleiðir, vottanám og oft þá mitt til eininga. Þannig að nú getur fólk komið og, þú veist, vill ljúka stúdentsprófi eða þú veist, byrja í þá áttina eða undirbúa sig, segir, það eru 30 ár sem ég var í skóla eða mér gekk nú ekki vel í grunnskóla, þú veist, þá erum við með allan þennan pakka, bara svona undirbúningur, skrifstofustörf út á tímamótum og langar að skipta vinnu. Við erum líka með núna, það stað mjög spennandi nám sem heitir sölu, markas og rekstranám. Og það fólk sem kannski vill hefja rekstur eða í rekstri og vill dýpka kunnáttu sína. Það hefur verið mjög vinsælt. Þannig að við erum í listnámi og þú veist, það bara einhvern veginn. Þetta bara alveg skóli. Það liggur við. Já, samt viljum við ekkert segja endilega við sem skóli, en auðvitað fer frá nám. Já. Við viljum ekki kalla lífið skóla, en það nám. Já, það svolítið þannig og við erum svona líka, þú veist, að meta það nám sem á sér stað bara út í atvinnulífinu. Nákvæmlega. Já. En þú, segðu við hvað þú ert að brasa í þessu öllu saman? Já, það stórt spurt. Já, ég kem inn sem svona ráðgjafinn í Fjölmennt sem fyrir fólk fötlun og fallanir og svona bara var beðin að koma inn sem ráðgjafi í haust og svona bara að koma með hugmyndir og stuðla samskiptum og reyna bara að virkja fólki okkar sem með einhverja fallanir að koma inn eða á erfitt og það alls konar námskeið, það hestamennska, bara nefni eða það bara allt myndlist, þannig að það bara mjög fjölbreytt og ég kem inn svona bara í svona lítinn hluta en svona aðeins að bara segja það sem ég finnst og hef dálítið gaman að því. Nákvæmlega, en eins og til dæmis nám og námskeið fyrir fallaða, það hlýtur að vera náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Það mjög mikilvægt og ég finna bara að ég hef nú annað lykilstarf og þetta skiptir bara öllu máli í því að þetta sé að virka vel og þetta búið að virka vel undanfarin ár og þetta bara virkilega mikilvægt fyrir fólk að hafa eitthvað stafni, geta brotið upp daginn, það búið að breyta þess að þetta séu styttri námskeið. Nú erum við mikið að skrá fólk á námskeið þannig að endilega kíkja inn á simei.is og inn á Fjölmennt þar og að skrá sig og fólk getur farið bara alls konar, læra að elda heima, aðstoð við það og bara nefni það. Þetta mjög fjölbreytt og ef það eru hugmyndir þá tökum við þær allar og reynum að finna leiðir. Og já, þetta bara mjög
fjölbreytt og mjög mikilvægt fyrir þennan hóp sem oft gleymist í umræðinni. Er það kannski pínu, ég hugsa stundum út í að hvort þetta sé, það er stundum bara manns eigin hugur sem er kannski manns versti óvinur þegar það kemur að því hvað maður getur og hvað maður kann og hvað maður ætti að gera og svona kannski í tengslu við þetta það eru, þú veist, að þessi frasi sem mann finnst svo skemmtilegur, þú veist, enginn getur allt en allir geta eitthvað, að ég veit að þið takir svolítið vel á móti fólki, alveg sama bara fólk, ef þú ert mannfólk þá og hefur áhuga á því að læra, að þá er hægt að kíkja til ykkur og finna, það eru áhugasviðspróf, það eru raunfærnimat og það er hvað sem, þú veist, það er alltaf hægt að finna út frá viðkomandi einstaklingi og þeirra þörfum. Er þetta ekki, þegar þú færð fólk, er þetta ekki stundu bara hugafarið að fara af stað? Ég held það og ég held, þú veist að ég kannast bara við þetta sjálfur mér. Þú veist, við höfum til dæmis verið með, sem ég finnst, sko, ég er svo mikið svona handverks, þú veist, mér langar alltaf að vera að gera eitthvað á höndunum og nú hefur við bæði verið með svona málmsuður, þú veist, málmsuðusmiðju og listasmiðju og ég lesi þetta alltaf og bara, vá, þú veist, svo byrjar, en ég kann ekki teikna, þú veist, ég kann ekki mála. Og svo heyri ég, þú veist, þú kemur til mín og segir þetta og þú segir, nei, þessi verður nú komin í hingað. En svo heyri þetta sjálfur í mér, skilur við, þannig að við erum, maður er svo fljótur að einhvern veginn taka sér niður. Og það er svo auðvelt að segja þetta, sko, við sjálfan sig. Og maður myndi aldrei segja þetta við einhvern annan. Nei, Kristín, það er alveg rétt. Þú bara, þú ættir bara ekki að læra neitt því að þú í rauninni kannt ekkert, sem er náttúrulega bara svo mikið þversögn. Ef maður kann lítið, akkur þá ekki að læra það. Það er líka skemmtilegt við sími finnst mér að það er, þegar ég er að koma að inn, ég sé endalaust nýtt fólk og það er alltaf eitthvað nýtt í gangi og það bara fyrirlestu frá hún Héðinni hérna, Vertu Úlfur, sem var núna kynning, hann var með svona stand-upi úr bókinni sinni. Ég meina, ég hugsa að sími í þessu, breytin er endalaus, sko, og það var til dæmis alveg frábær skemmtun, hann var stórkostlegur, sko, hérna fyrir áramót. Þannig að þetta er svo fjölbreytt. Síðan er líka svolítið talað um það að festast ekki alveg í farinu. Þetta er náttúrulega breytt frá því að þegar við erum kannski, þegar allavega, ég held að þegar við vorum að alast upp þá var svolítið talað um hvað ætlar að verða þegar þú ert orðin stór, sem er orðin bara svona úreld spurning eiginlega. Og og maður er alltaf að bæta við þekkinguna og ekki síst þjálfa bara heilan alveg eins og líkamsrækt að læra eitthvað nýtt og kunni ekki bara sitt sérsvið heldur. Og svo hugsaði ég stundum sko þegar mér finnst svo gaman að læra og ég held ekki, veist, fyrir mér þá læri ég sko oft með að gera og og mér finnst svo gaman að gera nýja hluti og ég held alltaf allir séu það, skilja, en og það er ekkert endilega þannig að maður þarf stundum bara að sækja það, en svo sér maður hvað fólk vex oft þegar það byrjar að læra og segja, hei, ég gat. Og það er svo algengt fólk kemur og segir, veist, ég bara get ekkert starffræði, mikið eðli starffræði eða ensku eða eitthvað. Og svo hafa liðið 10 ár, skilur, síðan það var í skóla, það kemur aftur og svo bara, þú veist, þá sér maður einhvern stökkið, bara, og svo sér maður svona rétt já, það réttir úr og þetta er alveg það fallegasta sem þetta er svo skemmtilegt og ég bara, við fengum nú dagsnámskeið á tölvur og ég vinn alla dag á tölvum en bara að fá svona, dags, 2 tíma, ég bara læriði helling þannig að maður getur bara alltaf verið að bæta við sig og okkur langar líka núna svolítið að fara að ná til hópsins bara svona eins og stjórnendahópsins, fyrirtæki, þú veist, þess hóp sem að kannski hefur vantað á Akureyri, bara svona, oft bara svona stutt hnitmiða en brjálæðislega lærdómsríkt. Já, nákvæmlega, bara snappi, svona eitthvað sem raunverulega gagnast. Já, af því við lifum svolítið á, bara í svona hröðu samfélagi þar sem hlutinni þurfa að gerast hratt og það er svo mikið til að núti, sko, skemmtilegu efni. Og ég veit allavega að það fyrir víst að þið takir vel á móti fólki ef að fólk kemur með einhverjar spurningar, það má alveg koma bara við og fá sér kaffi og spyrja. Það er eiginlega skemmtilegast sem við gerum líka, sko, bara að fá fólk inn á götunni og bara þetta sittast niður, fá mjög kaffi og te og líka heyra hvað það er sem að fólk vill læra, því við sitjum þarna við eitthvað tringborð og eins og núna erum við í því og við sitjum og bara byrju hvað erum við að fara að bjóða upp á. Og svo erum við bara, þú veist, við erum bara hérna einhver 8 og bara það takmarkar strax, skilur við hugarflugið. Þannig að okkur dettur eitthvað sem okkur brjálæðislega sniðugt og eitthvað. Það er alltaf sniðugt. En það er svo skemmtilegt að fá sko utan úr bæ. Akkur hafið ekki, veist, ég tek eitthvað í gær, eitthvað WordPress forrit og ég þarf alveg að googla hvað er það.
Það væri mjög sniðugt námskeið. Er það ekki? Já, jú. Þannig að svona fáum við hugmyndirnar og það er oft bara utan úr bæ en svo mikilvægt fyrir okkur. Yndislegt. Flott fyrir fólk að kíkja okkur ástæðan kannski fyrir að ég hef svona mikinn áhuga á þessu. Ég er grunnskólakennari og við kenndum nú saman í sími í gamla daga og íslensku fyrir nýbúa og tölvunám og maður bara sér hvað það gerir mikið fyrir fólk og mann sjálfan og annað fólk. Þannig að vona að hvort það er hjá ykkur eða einhverjum öðrum að fólk er svona, ef það langar, just do it. Er það ekki þannig? Jú. Klárlega, sko. Og farin á heimasíðan og kynna sér, það er gríðarlega góð heimasíða með öllum upplýsingum, þannig að að gera, kíkja þar einn. Yndislegt, gaman að fá ykkur. Það er sömuleiðis. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.